Þá setti fundur nr. 1483 í bæjarstjórn Vestmannaeyja miðvikudaginn 9. febrúar 2014. Mættir eru bæjarfulltrúarnir frá G-lista Elliði Vignisson, Páli Borgþórsson, Pálmann Jónsson og Guðlaugur Pettersson og frá Baflista, Jón Einarsson, Sigurður Björn og Kristi Jónsson. Fyrir fundum liggja tvö mál. Það eru almennerindi, breyting á stjórn og fundarsköpum Vestmannaeyjabæjar, það er síðari umræða og svo fundi hér ráðanefndar stjórn og það er alls 9 liðir sem eru til afgreiðslu. Göngum eitt í dagskrá og það er það fyrsta málið sem er almennerindi, breyting á stjórn og fundarsköpum Vestmannaeyjabæjar. Það er frá því að segja að bæjarstjóri gerði ítarlega grein fyrir þeim breytingum sem gerðar hafa verið og við tillægum að gerða verði á fundarsköpum og stjórn Vestmannaeyjabæjar. Þannig að það er sem ekkert engin ástæða að fara aftur yfir það, gert þetta mjög vel á síðasta fundi og samtidig þarf ekki ekki neinum breytingum milli funda. Vilja bæjarstjóri ræða fundið, ef þetta verður samþykkt hér eftir, þá er ekki tilræðum að því verði vísað til innanríkisráðuneytis til staðfestingar. Vilja bæjarstjóri ræða þetta fyrsta mál sem er breytingar á stjórn og fundarsköpum Vestmannaeyjabæjar. Ef svo er ekki þá byrðið þá bæjarstjóri sem eru samþykkir breytingum á stjórn og fundarsköpum Vestmannaeyjabæjar að gefa merki. Það er samþykkir samhljóða 7 atkvæðum að vísa þessum breytingum og þá nýjum samþykktum til samþykktar hjá innanríkisráðuneytinu. Þá er það næst annar liður á dagskránni, það er fundið ráðanefnda og stjórna. Þar eru 9 liðir sem eru undir. Það er búið að biðja umræður eitt lið sem kemur hér sem er 7. liðurinn á dagskrá. Þannig að ég renni bara í gegnum þá liði sem þar koma á undan og svo sjáum við bara hvert að leiður okkur. Það er þá fyrst fundagerð fjölskyldu og tómstöðuram sem 140 frá 15. janúar síðastliðinn, þar sem liðir 1 til 4 til staðfestingar. Þeir sem eru þeimliður samþykki vísilega skilmerki. Það er samþykki með 7 atkvæðum. Fundagerð umhverfis skipulagsráðs nr. 198 frá 16. janúar síðastliðinn, liðir 1 til 9 til staðfestingar. Þeir sem eru þeimliður samþykki vísilega skilmerki. Það er samþykki með 7 atkvæðum. Það er fundagerð fræðslu og menningarráðs nr. 263 frá 21. janúar síðastliðinn, liðir 1 til 4 til staðfestingar. Þeir sem eru þeimliður samþykki vísilega skilmerki. Það er samþykki með 7 atkvæðum. Fundagerð framkvæmd hafnaráðs nr. 162 frá 31. janúar, liðir 1 til 5 til staðfestingar. Þeir sem eru þeimliður samþykki vísilega skilmerki. Það er samþykki með 7 atkvæðum. Þá er það fundagerð bæjarráðs nr. 2973 frá 5. janúar síðastliðinn, liður 4 til umræðu og staðfestingar, liður 1 til 3 og 5 til 7 til staðfestingar. Við skulum byrja því að taka fyrir lið nr. 4 sem heitir umræðu og staðfestingar. Það er að ræða umræður framtíð heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja sem ræddar í bæjarráði sem fundi þetta í byrjun febrúar. Við erum bæjarráði að ræða það. Jói Björnsvöld. Já, takk fyrir. Þetta er bæjarfulltrúar, áhorfendur og heyrendur. Mér langaði bara aðeins að velta upp stöðunni eins og hún er núna. Við erum komin aðeins af stað inn í það vinnulag sem viðgengst núna inn á stofnuninni, verktaka vinnu fyrirkomulagi og ég er eiginlega bara að velta fyrir mér hvernig svo staða er. Ég hef áhyggjur af þessu stöðu, miklar áhyggjur af þessu stöðu, því að þessi staða er ekkert einskorðuð við okkur hér í Vestmannaeyjum, þetta er staða sem er að koma upp víðar. Og í framhaldi af þessu að þá hefur þetta komið upp oftar en eins og oftar en tvisvar umræðan þessa samninga við ríkið yfirtöku á heilbrigðisstofnuninni og þeirri þjónustu sem hún inniber. Og það hefur nú komið fram á fundum að það hefur ekki gengið kannski sérstaklega vel að koma þessum viðræðum af stað. Og nú er þessi fundagerð síðan 5. febrúar og mér langaði bara að forvitnast. Ég er svona aðeins að ýta við þessu. Hvernig er staðan á þessu? Hefur bæjarstjórinn heyrt eitthvað meira? Hvað er í pípunum? Við áttum að fund með þingmönnum Suðurkjördæmis núna daginn þar sem ég hef myndið innbyrð á þessu og ég hef svona kannski sérstakar ágjör af grunnþjónustunni af heilsugæslunni og stöðunni sem er þar. Það er auðvitað fyrsta skrefi sem íbúar leita í, eða fyrsta stoppi sem íbúar leita til þegar þeir þurfa að leita sér aðstöðar.
Og þetta auðvitað bara að mínu viti grafalvarleg staða. Og mér langar aðeins að heyra hvort að það hafi komist einhver skriður á þetta mál og þessi sérlega eftirfinnandi fund sem við áttum með þingmönnum, þess að við lýstum auðvitað yfir áhugjum þessu, áhugjum af fæðingarþjónustu, áhugjum af dagskurstofunni og öðru sem tengist heilbrigðisstofnunum. Takk. Þökkum Jórunni inn, þetta líka svo. Forseti, ég deili með ykkur öllum áhyggjum af heilbrigðisstofnun Vestmannaeyja og ekki bara þeim 7 sem að hér eru inni, heldur öllum 4.300 íbúum í Vestmannaeyjum og væntanlega þeim hluta gesta sem annað fór setja sig í þessi mál. Það hefur ekki mikill skriður verið á þessu seinustu árin. Ég hygg að það hafi verið fyrst 2007 eða 2008 sem við ræddum við ríkið að við værum mögulega tilbúin til þess að taka yfir rekstur heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja og við erum nánast á sama stað og við vorum þá. Hvað varðar formlega samninga, þeir hafa ekki farið í gang. Fyrsti ráðherra sem ég ræddi þetta við var Sif Friðriksdóttir, síðan ræddi ég þetta við Guðlaug Þór. Þá fóru óformlega viðræður af stað þegar Guðlaug Þór var heilbrigðisráðherra. En þær viðræður strönduðu hratt og örugglega við stjórnarskipti og síðan þá hafa ekki verið neina formlega viðræður aðkomu sveitarfélaga að rekstri. Bæjarfulltrúar þekkja þá vinnu sem unnin var hér í vetur, þar sem annars vegar var starfshópur fæðingarþjónustu og hins vegar starfshópur stefnumótun og rekstur heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja og þeim ágætis skýrslum hefur verið skilað ásamt tillögum og sérálitum til ráðuneytisins og í kjölfarið á því fundaði bæjarráð og álítaði á þennan máta sem hér var fjallað áðan og lýsti þar vilja sínum til þess að fara í samningaviðræður við ríkið. Það eru fleiri sveitarfélög á svona svipuðum stað. Við erum komin lengst í þessari vinnu. Það er Skagafjörður, það er Patreksfjörður sem eru svona á svipuðum stað við með viljan. Vinnan er komin lengst hér. Þetta hins vegar fordæmalaust í sögu heilbrigðisþjónustu á Íslandi að sveitarfélag komi að rekstri sjúkrahúsa en hafa verið við loðandi rekstur á heilsugæslum. Það þýðir þá þar með að í sögunni erum við það sveitarfélag sem er komið lengst í viðræðum við ríkið. Það tekur eins og vegar lengri tíma heldur en ég myndi kjósa. En ég myndi halda að raunhæft væri að ef það fæst vilji frá ríkinu eða fæst skuldbindandi eða í það minnsta vilja yfirlýsing frá heilbrigðisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar og eftir athugun fjármálaráðuneytisins að þá væri þetta að fara í hefja formlega viðræður, kannski í júlí og stefna því að sveitarfélag væri þá ef að samninga nást búin að taka yfir reksturinn í september. Þetta eru flóknir og erfiðir samningar að mörgu leyti og það má heldur ekki ræða þannig að sveitarfélagi taki yfir þennan rekstur no matter what, svo ég leyfi mér að sletta. Þetta er náttúrulega háð því að við getum í það minnsta veitt jafngóða þjónustu úr ríkið. Helst þurfum við að veita betri þjónustu. Ég held að metnaður sveitarfélagsins myndi í öllum tilvikum líka til þess að til dæmis væri hægt að tryggja hér fæðingarþjónustu, almenna og góða fæðingarþjónustu. Það þýðir það að hér þarf að reka skuldir sem ekki er gert í dag, af þeim ekki sem við myndum vilja. Ég hef miklar áhyggjur almennt af rekstri heilsugæsla á landinu. Þetta er að færast mjög mikið yfir í verktöku sem er dýr og ástæða fyrir þá sem að velta fyrir sér heilbrigðisþjónustu að spá aðeins í því hvernig það geti verið að heilsugæslulæknir hjá einu opinbera geti þjónusta 1400 íbúa á
meðan að heilsugæsluregnir á Salastöðinni, sem einkarekstur, geti þjónustað yfir 2000 íbúa og samt mælist ánægjan meiri meðal íbúa þar. Þetta er eitthvað sem ég held að fólk hljótið að spyrja sig að, hvort að við getum þá ekki náð einhverjum hagkvæmari og öflugri rekstri á þessar stjórnsýslu heildir og ítreka það að sveitarfélagið það mætir ekki hérna upp á heilbrigðisstofnun og veifar einhverjum töfrasprota og allt verður draumi líkast. Það gerist ekki. Þetta er hins vegar rekstur. Það eru örugglega einhverjir hagræðinga möguleikar. Þetta er algjör grunnþjónusta í hverju samfélagi og þá ekki síst samfélagi eins og okkar sem er landfræðilega afmarkað og hér ræðum við heilbrigðisþjónustu á tíma þar sem að samgöngur við Vestmannaeyjar liggja alfarið niðri. Það eru sennilega 25-30 metrar vindhraði hér fyrir utan núna sem þýðir það að væntanlega er erfitt að lenda hér sjúkraflugvél og siglingar á sjó liggja alfarið niðri. Þetta er staðan og þetta þýðir það að við þurfum að hafa hér öflugt viðbragðsteymi sem getur brugðist við ef og þegar að slíkar aðstæður skapast. Og það kostar fjármagn. Verði það tryggt, þá tel ég einbúið að sveitarfélagið sé tilbúið til að koma rekstrinum. Ef ekki, þá því miður stöndum við frammi fyrir þeirri mynd sem það er í dag og það kemur óvart ef að hún myndi lagast mikið undir stjórn ríkisins. Þakkum bæjarstjóra fyrir, orðið laust. Jóhann Ríkisvöld. Já, takk fyrir þetta. Bara kannski ánægilegt að heyra hversu yfirveguð umræðan samt sem áður er. Því að eins og bæjarstjórinn er auðvitað að nefna þá er þetta ekkert eitthvað sem maður hleypur í. Og mér langaði þess vegna bara að á þessum fundi hér til þess að við kæmum þessu kannski meira út í umræðuleika í samfélaginu og við séum nokkuð samstiga í þessu máli. Það er alveg ljóst og við viljum svona stiga þessi skref varlega og gerum okkur öll ljóst fyrir gerum okkur öll grein fyrir því afsakið að þetta er ekkert eitthvað, þetta er ekki einfalt langt í það. Þannig að ég vil þakka fyrir það. Takk. Þakkum Jóhann fyrir, orðið laust. Ríkisvöld. Ég er algjörlega sammála þessu. Það eigum við að nálgast þetta. Þetta er verkefni okkar allra og að sjálfsögðu þarf umræðin að vera yfirveguð og eftir að hafa setið í stól bæjarstjóra í 8 ára þá get ég alveg fullyrt að þetta er ekki rekstrarlegur hagur sveitarfélagsins. Ég held að myndi enginn skilja þetta sem þannig. Þetta er ekki að fara að skila aukinni framleiðni á sveitarfélaginu. Hins vegar að þá hefur maður miklar áhyggjur af bara framtíð heilbrigðisþjónustu í Vestmannaeyjum og bara til þess að leggja spiluna þessum borði gagnvart bæjarfulltrúum og bæjarbúum sem að hlusta. Þá staðan einfaldlega þannig að við gerð seinustu fjárlaga þá var meðbyr með heilbrigðisþjónustu almennt í landinu. Íslendingar sýndu það og tjáðu sig á þann máta að þeir sem fara með fjárveitingavaldið þeim var ljóst að það þyrfti að bæta við. Og þær voru nokkrar þúsundir milljóna sem að við bættust í heilbrigðisþjónustu á milli umræðna á Alþingi fjárlög. Fjárlögum ársins ár var skilað án halla. Ég vona það heitt og innilega að það sé vinnuna sem er komið til að vera. Að fjárlögum sé skilað án halla. Það þýðir það leið að það er ekkert gefið að í næstu fjárlögum njóti heilbrigðisþjónusta jafn mikils velvilja og hún gerði í þessum fjárlögum. Hvað þýðir það fyrir okkur? Það þýðir það einfaldlega að það kann að vera betra
fyrir íbúa í Vestmannaeyjum að við gerum einhvers konar samning rekstur heilbrigðisstofnunar og tryggjum nánustu framtíð. Að það sé ekki á hverju einasta ári verið í limbó með jafn mikla grunnþjónustu og heilbrigðisþjónustæðir. Og ef að afkoma sveitarfélagsins getur orðið til þess að tryggja nánustu framtíð, 3-5 ár, tryggja að við sjáum út úr þessum erfiða rekstri sem búið að vera. Við erum með verðmæta og góða starfsmenn í öllum stöðum hjá þessari stofnun sem að vinna við erfiðar aðstæður og spekileki eitthvað að versta sem að svona stofnun getur lent í ef við þurfum að missa frá okkur starfsmennina að þá er ekkert eftir nema steypan. Hún er lítilsvirði fyrir svona stofnun. Verðmæti stofnunina liggur náttúrulega alfarið í þessu starfsfólki sem þarna og það er ástæðan fyrir því að sveitarfélagið að koma að þessu. Þetta tvennt. Annars vegar það að staðan núna ekki ásættanleg og hins vegar það að það raunhæfur ótti að staðan getur orðið enn verri en núna er. Þannig að ég tek undir það, ég miklar áhyggjur af þessu, lýsi yfir eindregnu vilja til að koma að verkinu og verja í þeim tíma fjármunum og orku sem þarf til þess að fara í þessar viðræður og auðveldar það allt þegar að bæjarstjórn stendur saman og það hefur okkur borið gæfa til að gera bæði í heilbrigðismálum, samgöngumálum og flestum öðrum stórum málum sem hér hafa ratað á okkar borð. Bæjarstjórn fyrir. Orðið laust. Ef að engin hlaust ljós og slökkuð til atkvæðum þennan fyrsta liði fundargerð færa svo 5. febrúar. Þeir sem eru vonarsamtökum vísindageðmerki. Það er sendið með 7 atkvæðum. Liðir 1-3 og 5-7 er staðfestingar. Þetta er ekki að fá að taka lið hérna. Við fáum að gera grein fyrir örlítið breytingu við lið nr. 2. Þar sem er fléttað stoppdaga Herjólfs. Málum er aðeins skipt en eitthvað síður. Þá þessi fyrirhugaðu stoppdagar Herjólfs áttu að vera 8. og 9. apríl en þá daga var stór hópur úr Bændaskóla Vestmannaeyja að fara í skólaverðarlag. Það var ákveðið að færa þennan dag líkur fram í tíma til þess að geta komið til móts við þær óskir sem að skoða fram frá forsvarsmönnum skólans. Þannig að það er þá breyting á því sem er hérna í bæjaráði, í öðru lið, að stoppdagar Herjólfs verða 1. og 2. apríl ekki 8. og 9. eins og kom frá þar. Aðra liðir 1-3 og 5-7 staðfestingar, þeir sem eru þeirliðu samþykkt með þessari breytingu, vísindageðmerki. Það þarf samþykkt við 7 atkvæðum. Þá var það fundargerð bæjaráðs nr. 2972 frá 22. janúar, þar sem að liðir 1-3 eru til staðfestingar, þeir sem eru þeirliðu samþykkt við vísindageðmerki. Fundarstjóri fór aðeins yfir hljópa yfir 2 mál þarna. Þá var það fundargerð fjölskyldu tómstunarráðs nr. 141 frá 29. janúar, liðir 1-3 eru til staðfestingar, þeir sem eru þeirliðu samþykkt við vísindageðmerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs nr. 199 frá 5. febrúar síðastliðinn, liðir 1-10 eru til staðfestingar, þeir sem eru þeirliðu samþykkt við vísindageðmerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Og að lokum er það fundargerð framkvæmda Hafnarráðs nr. 163 frá 11. febrúar síðastliðinn, þar sem liðir 1-3 eru til staðfestingar, þeir sem eru þeirliðu samþykkt við vísindageðmerki. Fyrirgefðu, ég hafði óskað til þetta tekið til afgreiðslu í sitt og lagi og byrjaði að fara í gegnum lið nr. 1 og Páli Borgþór þarf að víkja sæti. Það er að ræða breytingar á aðalsamfélagsbreyting hafnarsvæði H1. Páli víkur sæti við umræðum og afgreiðslu, var svo verið. Þeir sem við ætlum ekki að senda hann úr húsi, en það var það stætt. Þeir sem eru þeirliðu samþykkt við vísindageðmerki, lið nr. 1. Já, sjálfsagt, gjörðu svo vel, Jón, gjörðu svo vel. Það er rétt, Jón. Já, fundarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að við óskuðum eftir umræðu þennan lið og hins vegar var boðið fundur í bæjaráði í dag þar sem að gerð var mjög góð grein fyrir þessu samkomulagi og það var hægt að eiga mjög gott samtal og ég held svona í allar staðinu núna þá hafa flestum spurningum verið svarað sem þar lágu fyrir, þannig að
við teljum ekki þörf á því að taka þetta sérstaklega fyrir hér. Þetta málið á byggingarstigi og mun fara í frekari ferli. Þannig ég vildi bara að það kæmi fram. Takk fyrir. Þakkum Jóhann fyrir. Ellingarsson. Forseti, ég vildi bara fá að ítreka af því að eðlilega hefur þetta samkomulag orðið umræðu kveikja hér í bæ. Það er gríðarlega miklar framkvæmdir sem að koma til með að grundvallast á þessari skipulagsvinnu. En mér langaði bara að ítreka og undirstrika að við erum að hefja ferlið. Allt skipulagsferlið er eftir og á þeim tíma hafa allir bæjarbúar heimilt og til að hafa aðkomu. Það er lögbundið í skipulagsferlinu og jafnvel þá væri það ekki, að þá verði í öllum tilvikum þannig gengið frá að bæði íbúar og lögaðilar, svo sem fyrirtæki, geta komið sínum ábendingum að. Og það er ekkert í þessu samkomulagi sem að er klappað í stein. Það kann að vera meira að segja að það verði það mikil breyting í skipulagsferlinu að samkomulagið falli þá niður í kjölfarið. Það er ekki hægt að, það getur enginn sagt í upphafi skipulagsferils hver endurinn verður. Það höfum við oft séð í okkar skipulagsvinnu. Við höfum fengið þannig ábendingar að þær hafa valdið straumhvörfum í skipulagsvinnunni. Gerist það í þessu tilviki að úr skipulaginu komi, gefum okkur þá sviðsmynd að Siglingastofnun segi að breyting á botni Friðarhafnar myndi gera höfnina verri, þá yrði ekki farið í þær breytingar sem þar hafa verið boðaðar og þar með þetta þríliða samkomulag fallið sjálft sig. Og þá fellur allt annað leið. Þetta er eins og bara svona ákveðin viljayfirlýsing. Á þessu hægt að grundvalla skipulagsvinnuna. Þeir sem að þessu koma, og nú erum við búin að kynna þetta í skipulagsráði, hafna- og framkvæmdaráði og bæjarráði, núna í bæjarstjórn. Þetta er búin að kynna að sjálfsögðu fyrir stjórnum beggja félaga og lykilstarfsmönnum þar. Og ennþá ég er ekki að reyna að skjóta henni og skellt í kringu, þetta er það sem við stefnum að. Við höfum trú á að svona geti þetta teikna sig upp, en þetta er ekki klappað í stein og getur tekið breytingum. Og það sem ég vildi ítreka. Þakkum bæjarstjóra fyrir. Takk fyrir öll hans orð varðandi skipulagsferilinn og þá reglugerð sem við förum eftir þegar svona stórt mál fer í skipulagsferil. Gömul atkvæðum fyrsta lið, þeir sem hún er samþykkt vígslarkjöfmerki. Hann er samþykkt með 6 atkvæðum og ég sæti. Páli gengur svo í salinn aftur. Þá er það liðið 2 og 3 sem er hérna einnig staðfestingar, þeir sem eru þeimliðið samþykkt vígslarkjöfmerki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er ekki þeirra alltaf fundarins. Næst er reglulegur fundur bæjarstjórnar haldinn hér í sal Einarsstofu í Safnahúsi 5. 20. mars næstkomandi eftir klukkan 18. Ég vil þakka starfsmönnum fundarins, ritara og útsendingafólki fyrir þeirra vinnu sem áhorfendur fjær í þetta skipti fyrir samveruna og segja þessum 1483. fundi bæjarstjórn Vestmannaeyja slitið og klukkan er 18:25.